er góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar Hlynur Kristinn Rúnarsson var 18 ára, þá bjó hann í Hrútafirði og talaði 5 tungumál. Hann dreymdi að verða fjármálaverkfræðingur. Velkomin. Takk. Segðu mér frá þessum 18 ára strák með stóru draumana. Herðu, þetta er frekar skondið. Ég var sveitastrákur, kunni fullt af tungumálum að því ég bjó út í Lúx áður en að við flyttum þangað. Og ég var með svona mjög há markmið. Ég stemdi mjög hátt. Og ég vann í Lundun þarna á Sauðárkróki og já, ég í raun og var mjög verndaður, mjög elskaður, átti mjög góða fjölskyldu, lærði að vinna í sveitinni og var svona bara svona ekta bara eðlilegur krakki, skilurðu. Hafðirðu einhvern tímann drukkið eða notað hugbreytandi efni þá? Nei. Aldrei? Aldrei. Og stóð það eitthvað til? Nei, mér fannst þetta mjög asnalegt. Ég var svona gæinn sem var mjög á mótfallinn allri vímuefnaneyslu. Það er nefnilega alkoholismi í minni ætt og það var svona ákveðið hatur í áttina að þessum sjúkdómi sem var bara innprentað frá því að ég var barn. Það er hérna. En hvað gerist? Þú ert á Sauðárkróki fjölbrautaskólanum. Byrjaðirðu þar eitthvað að neita einhvers eða hvað gerðist? Nei, ég flutti í bæinn og flutti til föður míns, sem sagt, af heimavistinni á Sauðárkrók. Og ég byrja í FB, klára þar í raun og veru skólan, síðustu önnina, tekið þetta á 2,5 ári. Tókstu stúdentinn á 2,5 ári? Já, tók stúdent á 2,5 ári og var í vinnu með. Já. Og ég raun og veru kem þarna suður og ég og pabbi minn, við eigum ekkert gott skap saman, þannig séð Við erum, eins og við erum góðir vinir í dag, skilur, þá var ég bara rosa viðkvæmur. Ég var mjög viðkvæmur og algjör mömmustrákur. Og það má segja það, að hans áherslur í uppeldi og mömmu minnar áherslur í uppeldi voru ekki þær sömu. Og ég fekk alveg að, fatta það. Það varð kannski svolítið til þess að ég fór að leita í hans samþykki. Og ég fór að reyna að leitast eftir því að fá hrós og hæl og ást og umhyggju. Og hann náttúrulega elskar mig og allt það, en hann náttúrulega sýnir það á sinn hátt. Og það hentaði mér ekki, að hann gerði það eftir sínu höfði, hann náttúrulega hlýða mér. Og það raun og verður áskorun þarna, ég var mikið í ræktinni og hann náttúrulega tók eftir því að ég var byrjar að stunda líkamsrækt alveg á fullu. Og hann kom með áskoruna því að ég er rosa markmiðadrifinn. Og hann segir við mig að koma að keppa við sig, við fengum okkur einkaþjálfara saman og fórum að þjálfa saman og æfa saman. Já, þið pappið? Já. Og við fórum stefna því að keppa í fitness saman og móti hvorum öðrum og vorum að æfa saman 3 í viku og þetta var allt gott og gilt. Nema svo keppi ég í þessu fitnessi og ég fer í gegnum hífurnar og dífurnar og brautina, svona eins og skólahrist er. Og hann gerir það líka. Og ég held ég hafi unnið hann í mannan og samt ekki. En svo í kjölfarið því að þá er náttúrulega sviðið að fara upp á boxer og olíuborinn og brúnkusbrautaður og eitthvað svona alveg, Og hann skilaði sér ekki þangað, pabbi minn. Hann hafði ekki áhuga á því. Og ég raun og veru verði fyrir vonbrigðum með sætið sem ég lendi í og verð svolítið svona tapsár, mjög tapsár. Og ég raun og veru í kjölfarið að því, þá fór ég að leita svolítið mikið að samþykki samfélagsins og samþykki bara allra. Og ég fer þá að nota stera. Og sterar eru í raun og veru, ég fer í þá til þess að ég raun og veru að fara lengra í sporti. Og mín hugsun var það að ég gæti náttúrulega þetta væri aldrei sambærilegt því að fara í áfengisneyslu eða vímuefnaneyslu. Það var aldrei inn í hausnum á mér að ég var að taka skref í áttina því. Þú ætlaði bara að fá meiri massa og þetta er mjög viðurkennt því miður í þessum heimi, er það ekki? Jú, eiginlega. Það er svolítið þannig. Já. Og hvað, er ekkert mál að fá bara sprautur og ná sér í stera? Sprauturnar og nálarnar eru náttúrulega bara upp í apóteki. Já. En olíuna, sterana og töflunar,
Við getum alveg sagt það, ég ætla bara að segja það hreint út. Þú finnur bara stæðsta gaurinn í ræktinni sem að lítur út eins og hann sé á sterum og þú spyrð hann og þá svona ertu mjög líklega að fara að fá tilvísun hvar þú getur fengið þá. Og þá bara þá ferði í þetta og ferð að pumpa meira og Já. Hvernig verður þessi rúlletta hjá þér? Sko, ég fer á keppi og ég keppi mörgum sinnum. Ég keppi meira sér út í Bandaríkjunum, í Ohio, Arnold Classic og og þetta verður algjör ástríða. Ég verð heltekinn af þessu og ég fæ vöðvafíkn sem náttúrulega eitt birtingamynd fíknisjúkdóms. Það náttúrulega vöðvafíkn og ég fæ þessa stanslausu hugsunum eins og ekki nóg stór og það náttúrulega kannski tengt anorexíu og bara öfugt, bigorexia. Og ég fer alltaf út í það að ég sjá ekki sjálfa mig sem bara mig og spegillinn lýgur stanslaust að mér. Og ég taldi það vera sannleikann og allir sem voru að reyna að benda mér á og reyna að koma til mín og segja Hlynur, þú ert rosalega flottur, þú ert bara að ná geggjum árangri. Nei, ég gat ekki viðurkennt þetta því að ég var bara komin á stað. Ég var komin á stað með fíknisjúkdóm sem ég gerði mér ekki grein fyrir. Þú meinar þá að sterar komið því af stað? Klárlega. Hvernig lýsti það sér í bara persónuleikabreytingu? Rosalega mikið. Það var mjög mikil breyting. Ég að eðlisfari, það er mjög blíður og ég mjög skapgóður, ég mjög jafnlyndur og ég vakna alla daga bara í fínu skapi, skilurðu? Ég ekki svona sem að vakna og er bara brjálaður eða vakna í fúll eða eitthvað svona. Ég bara jafnlyndur, bara svona þægilegur. En þegar ég var á sterum þá var það ekki raunin. Það var mjög langt frá því. Og ég var bara með skap ofsa, ef eitthvað sko. Varstu lemjandi mann og annan bara? Nei, ég reyndar var aldrei þar, en ætli ég þurfi ekki að viðurkenna bara á mig andlegt ofbeldi. Ég bara hafi bæði verið beittur andlegu ofbeldi og beitt andlegu ofbeldi á þessum tímabili. Mér leið bara ekki vel. Sterar láta mann ekki líða vel. Ég hef með gervi sjálfstraust, ég hef með svaka kallinn stælar. Ég hélt ég væri kallinn. Og þetta þróaði með þessi glæpahneigð, klárlega, það gerði það. Ég leiddist út í það að selja stera og leiddist út í það að fjármagna mína eigin steraneyslu á því að selja öðrum stera. Sem að svo þróaðist náttúrulega bara út í það að maður fór að sjá peninga á öðrum sölum og maður fór út í það. Og maður fór að selja aðra hluti og svona braska. Varstu að sjá þessa glansmynd bæði þetta voru rosalega flottir gaurar og þeir áttu allt mögulegt og þig langaði í BMWinn líka. Já, í raun, sko. Ég hef gert grína þessi í skrifunum mínum, þessi glansmyndabói. Og þegar við sjáum þetta í Hollywoodmyndunum þá er þetta rosa töff. Þetta er rosa karakter. En málega það fylgdi aldrei með því inn í þessum díl hvað væri mikið vanlíðan. Það fylgdi ekkert í Hollywoodmyndinni, sko. Það vantaði alveg að segja, láta maður vita hvað vanlíðan fylgir þessu. Hvernig er þessi vanlíðan? Segðu mér svona einhverja tilfinningu. Sko, ég get sagt að ég byrjaði að hata sjálfa mig. Ég byrjaði bara að hata sjálfa mig. Og ég held að það sé í raun og veru ástæðan fyrir því að ég tek þá afdrifaríku ákvörðun að prófa amfetamín í kötti fyrir mót. Út af því að ég var bara farin að hata sjálfa mig. Ég bara elskaði mig ekki. Og ég bara, ég út af við var rosa hroki og lúkkaði eins og ég væri með allt mitt á hreinu. En þegar botnið var hvolft þá var þetta bara minnimáttarkennt. Og bara stanslaus ótti að vera dæmdur, að vera hafnað, að vera eitthvað, ég var bara hræddur. Og það er svo fyndið að sko, á sterunum þá í raun og veru bjó ég til andhverfuna mína. Ég bjó til þennan karakter sem að út á við var svo flottur og út á við var svo svona á hinsegin. En svo inn á við var það ekki raunin. Hvernig bara pólast þetta saman? Það er bara, það pólast ekki saman. Það endar illa. Það er bara svolítið þannig. Ég raun og veru sko, náttúrulega í mínu markmiðum alltaf að leitast eftir meira og meira og meira. Ég er alltaf að reyna að finna einhvern punkt þar sem að ég er sáttur. Svo var ég bara aldrei sáttur. Ég var aldrei sáttur. Amfetamín gerir mann snarvitlausan. Já. Hvernig, Mér fannst ég verið rosa gáfaður. Já, var það? Alveg rosa. Já. Það var það sem ég fannst þá. Þú selur þér þá hugmynd. Já, ég raun og veru bý til ég raun og veru bara bý til minn raunveruleika. Og ég raun og veru,
raun og veru hélt ég yrði gáfaðri, sko, sem alls ekki raunin. Og ég hélt bara að ég hugsaði hraðar og því að pumpan var bara farin að fara hraðar, skilur. Og ég raun og veru var sko siðferðið og hérna, í raun og veru bara hvernig mér leið var orðið svo slæmt. Að ég meni, þegar ég fór og keppti á Arnold Classic út í Bandaríkjunum, þá tók ég með mér amfetamín. Já. Til Bandaríkjana. Já, þú gerði það? Já. Bara eins og kaffi til Brasilíu? Já, klárt maður. En þarna sérðu hvað rökhugsunarpartur heilans á mér var bara ekki viðstaddur. Í dag þá fattaði ég, vá, þú veist, hvað ég hefði bara farið í fangelsi þar. Já. Þú veist, það hefði örugglega ekki verið rosalega gaman, sko. Nei. En ég hugsaði það ekki. Það kom hvergi upp inn í hausnum á mér, viðvörunarbjalla, ef þú ert tekinn. Það kom ekki upp. Þú varst hvað, 6 ár á styrum, eða hvað? Já, ég held að þetta sé svo að cirka 6-7 ár. Já, og svo amfetamíni, kom eitthvað meira? Já, og svo bara í kjölfarið af, í raun og veru, þetta bara leiddi eitt af öðru, sko. Leið að ég var búinn að opna hurðina fyrir vímuefni, þá kom amfetamín, það kom kókaín og það kom epilur. Og þarna í raun og veru, sko, þegar ég hætti svo að keppa, í kjölfar þess að ég lendi í bílslysi, lendi í mjög slæmu bílslysi og í raun og veru bara mjög heppinn að hafa lifað af, þá breyttist það. Ástríðan mín var tekin. Ég hætti að hafa fitnessið. Ég hætti að hafa sportið sem ég var að stunda. Þannig að ég var ekkert lengur að nota að ég var í sporti. Þannig að þá var ég bara farin að nota. Já. Og málega það fíkn, hún þannig þú heldur áfram þótt að aðstæða breytist. Sko. Og ég held að það með sjálfshaldrið, ég 18-19 ára gamall, skilur, þá ég bara heilbrigður, þá ég eðlilegur og ég leit niður á fólk sem var bara að drekka. Já. Þú veist, allt í einu, nokkrum árum seinna, 6 árum seinna, þá ég gæinn sem að taka amfetamín á morgnana til að fara í kardió á morgnana. Já. Og það í sjálfinu, það náttúrulega, mér getur ekki liðið vel með það. Þessi breyting segir sér sjálft, þetta var ekki mín eðlilega breyting. Þannig tekur sjúkdómur einhvers staðar völdin og ég fer bara á autopilot. Já. Var einhver sem reyndi að koma fyrir þig vitinu? Að sjálfsögðu. Það sjálfsögðu var fullt af fólki sem kom reyndi. Mamma, pappi, fullt af fólki í kring sem reyndi að segja við mig. Hvað heyrður þau segja? Ég held ég hef bara ekki heyrt neitt, sko. Nei. Ég held, sko, þannig, sko, ég var bara ákveðin að vera bói. Þetta var bara svona ákveðin ímynd, sko. Og á einhverjum óþroskuðum tíma, skilur, þá fannst mér þetta töff. Ég var gæinn sem sagði, ég myndi aldrei fara í meðferð, ég var ekki aumingi. Ég var svona gæinn sem að, ég var rosa hroki. Og málið bara það þýðir bara að hroki ekkert annað en skjöldur. Og það bara var skjöldurinn minn. En þú varst ekki búinn að ná botninum. Þú áttir eftir að upplifa talsvert mikið meira. Já. Ætlar að gefa okkur smá tips það. Hvernig, þú ert á Íslandi og svo... Já, sko, þetta þróast bara eiginlega þannig að, þú veist, neyslan hún vindur bara upp á sig. Það eiginlega bara ein þróun fíknar þannig. Það bara niður á við. Og þú getur tekið 2 gram aftur á bak, skilur, og 1 fram og svo þú ferð 5 aftur á bak, skilur, en þú ferð alltaf aftur á bak. Það alveg þannig. Og í raun og veru þá var ég komin í þannig stöðu að ég var búinn að vera að selja og fá lánað og svo var ég búinn að lána og þá var ég komin í þannig stellingu að ég var milli steins og sleggju því ég skuldaði áfram það sem að aðrir skulduðu mér. Og það mjög leiðileg staða. Og ég ekki ofbeldismaður og ég vildi ekki fara að rukka menn, skilurðu. Ég vildi ekki fara heim til fólks eða mömmu og pappa fólks eða eitthvað svona. Ég ekki þannig típa. Þannig að ég ákvað að taka það og biðja að fá ferð til þess að geta í raun og veru borgað mitt til þess að ég þyrfti ekki að rukka aðra. Af því það var eitt af leiðinlegasta sem ég gerði. Og já, það endar í Brasilíu og ég fer þarna ferð og ætla að koma heim með efni þaðan. Það endaði nú ekki hérna heima, það endaði nú bara í fangelsi. Við ætlum að tala fangelsið og Brasilíu hér eftir stuttastundu tökum okkur örstuðlega. Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar Hlynur Kristinn Rúnarsson tók þá afdrifaríku ákvörðun að skella sér til Brasilíu
Til að freista þess að ná í kókaín eða einhver önnur eiturlyf, flytja til landsins, þá gengur plönin ekki alveg upp. Eða hvað? Það passar. Hvað gerist? Herði, ég ætla bara að koma með bara útgáfuna nákvæmlega eins og þetta gerist. Ég sést fæ þarna afhendar töskur út í Brasilíu, Sjara fylki, Fortaleza. Fæ afhendar tösku, ég er búinn að vera þarna í 14 daga. Fyrir 14 afhendingu taskana þá hef ég ekki náð að finna neitt sem talaði ensku í þessari borg. Talaði bara engin ensku, töluðu öll í portúgölsku. Daginn sem ég fæ töskurnar, þá allt í einu hitti ég 6 mann sem tala ensku. Já. Þannig að það var mjög augljóst að það var verið að fylgjast með. Og ég raun og hringi heim og læt vita og allt þetta og þetta fer allt það halda bara allir fram að ég sé bara paranoiar, sé bara hræddur. Ég segi við það ekkert mál, þið bara borgið. Ég skal sanna fyrir ykkur að þetta sé raunin. Þegar dagurinn kemur sem flugið þá kemur upp á flugvöll og ég tek eftir að það verið að bíða eftir mér. Lögreglan á staðnum, aðilar af hótelinu sem ég hafði séð upp á hóteli eru á flugvöllum að bíða. Þannig ég flý af flugvöllinum og á hótelherbyggi og tek þar allt úr töskum og hélt að ég væri sloppinn. Ég hélt ég hefði komist upp og ég hélt ég væri raun og óhulltur og ég raun og byrjar að fagna þegar hurðin kemur og BAM! Þá kemur lögreglan inn, það bara pólísía og það bara riffill og skambissa. 2 menn í skotheldum vestum og ég hélt bara ég væri í bíómynd. Ég hélt ekkert að þetta væri í alvörunni að gerast. Ég bara adrenalíni verður svo hátt. Ég held bara að þetta sé eitthvað rugl. Og þeir byrja að leita hérna í dótin okkar og finna eiginlega ekki neitt og finna ekki töskun sem ég hefði falið inn á baði. Ég hefði tekið dótið okkar úr töskunum af því að ég ætlaði að skilja þetta eftir. Nema svo kemur federalögreglan og finnur náttúrulega töskurnar. Og við fengum ekki rosalega mikið mannréttindi þar. Það var ekki... Þú segir við, þú verður að kynna til sögunar, hver var með þér? Birgitta var með mér. Já, var það kærastæðin þá? Já, það var kærastinn mín þá. Hún mitt öskraði Human Rights. Svarið var Welcome to Brazil. Já. Það ekki, þar ertu sekur þar til sannleikurinn í raun og veru sannaður. Og það svona til að gera langa sögu stutt að þið bara tekin þarna bæði og okkur bara hent í klefa. Já. Og við fáum ekkert að vita, ekki neitt. Það ekkert í raun, það líða 14 dagar þar sem við höfum ekki neitt lögfræðing, samskipti neitt, ekkert. Og ekkert ykkar á milli náttúrulega? Nei. Og ættingjar og vinir hér heima fengu ekkert að vita, eða hvað? Nei, það tók alveg bara, það fannst bara einhverju fréttaveitu einhvers staðar í Brasilíu, út frá Google-leit eða eitthvað, það sem við fundumst, Þetta, Á hvaða stað varstu staddur í höfðinu á þér þessa 14 daga? Ég get sagt þér það að ég var í svo hráu fangilsi að ég var ekki með neitt, ég var ekki með neitt föt, ég var ekki með neitt og þarna var það bara þannig að fyrsta fangilsinu sem ég fer í, það 4 kojur og við held ég séum einhverjum 12 manns inn í klefunum, Og ég skil ekki neitt, ég einu útlendingurinn og ég skil engan. Ég tala ekki portúgölsku og þeir tala bara portúgölsku. Og ég var bara, ég held þetta var eitthvað djók. Ég var einu hvíti maðurinn, mér leið bara svona eins og ég var í bíómynd. Og ég held lengi vel bara, heilin á mig til þess að í raun og veru bara brotna ekki niður. Þá held ég að heilin á mig, hann triksaði mig bara, ég var bara í bíómynd. Það var svona eitthvað af því sem heilin á mér gerði bara. En þegar raunveruleikinn skall á andlitinu á þér, hver var raunveruleikinn? Raunveruleikinn náttúrulega var bara sá að ég náttúrulega var bara búinn að vera út að skíta í raun. Ég var bara búinn að vera út að skíta löngu áður en ég fer þarna út. Og ég í raun og veru í dag, þegar hún edrú, þá lít ég á þetta þannig að ég hafi haft gott af þessu. Þótt þetta sé rosalega skrítið að segja þetta, en þá var ég bara það veikur og ég var bara það blindur á sjálfa mig og ég var svo ótrúlega ekki til í að hlusta á fólki í kringum mig. Að þá þegar þetta gerist, þetta nógu stór skellur til þess að taka mig niður að þessu ímyndaða egói sem sterarnir höfðu sett mig á. En þetta var náttúrulega rosalega hart, fjölmiðlar gengur rosalega hart og fjölmiðlar tóku mig algjörlega af lífi af því að fjölskylda Birgittu var rosa reið yfir þessu og töldu mig vera sekan þetta, einan og sér. Og það náttúrulega alveg glata, skilurðu,
mér finnst það rosa leiðilegt að það skulle vera raunin, því að í raun og veru þá ég ekkert eina burðardýr sem hefur verið tekið í útlöndum og ekkert... Hvorki fyrstur eða síðastur? Nei, hvorki fyrstur eða síðastur. Nei. Þú dæmdur í 5 ára fangelsi, ekki? Jú, 5 ár og 2 mánuðir, minnir mig. Já. Þegar þú heyrðir það, hvað fór í gegnum hausina? Ég fór bara að gráta. Það eina skipti sem ég fór að gráta. Já. Eina skipti sem ég lág úr tár. Fékk ég bréf, ég var í einangrun, í Federal einangrunni og í raun og veru voru bæði þar. Þá gætu kallað á milli. Gætu kallaði út úr klefunum og þá gætu heyrt í hvort öðru. Já. En við í raun og veru fengum að vita þetta og það þýddi það að við varum að fara að sitja inn. 5 ár fangelsisdómur og það þýðir að það þarf að sitja 2/3. En svo áfrýjum við því og fengum lærdóm, fengum 2 ár og eitthvað sem bara skilorð. Þess vegna fengum við að fara. Við fengum að fara eftir 14 mánuða veru. Já, þið voru bæði í 14 mánuði. Já, vorum bæði og við löpum saman út. Já. Segðu mér aðeins frá þessu fangelsi, 14 mánuðum sem þarna voru. Það gerðist ýmislegt og þetta er rosa lífsreynsla og þetta er eitthvað sem ég óska engum. En í raun og veru sko þegar maður kemur inn í fangelsið, þú veist, þá heldur þú bara að þetta sé bara eitthvað önnur pláneta. Þetta er bara svona Planet of the Apes. Þetta er bara fullt af í raun og veru einstaklingum búið að tróða með pínulítil rými, allt og lítið pláss, engin útivera, engin sól og þarna ertu bara að þeir haldið inn í klefa 24/7. Já, þú færð ekkert að fara út. Engin útivera. Og það varð uppreist þegar þeir ætluðu ekki að hleypa heimsóknunum. Það er heimsókn einu sinni í viku, þar sem menn fá konurnar sínar í heimsókn. Og þegar lögreglan ætlaði ekki að gera það, þá varð uppþot. Það uppþot varð 3 mánuða. Og það sem fangarnir tóku yfir fangelsið. Þar sem lögreglan komst ekki inn í fangelsið. Hvað er þetta að segja? Þar voru menn afhausaðir. Þar voru menn teknir og brenndir lifandi. Það voru alls konar... Af öðrum föngum, bara hver annar. Og var þá verið að gera upp einhver mál bara? Bara þegar menn komist út úr klefunum og þá áttu menn sökótt við hinn og þennan og þetta og hitt og það var bara chaos. Þú hafðir aðgang að síma, þannig að þú gast tekið myndir. Já. Ég reikna með að þetta hefur bara verið smiglað til þín eða hvað. Já. En myndir sem ég fengið að sjá hjá þér eru hrikalegar. Þarna er afhausaður maður. Maður getur alltaf sagt þetta. Þú veist, það hefur kveikt í fanga og manni og þú veist, hvernig er að horfa á þetta? Hvernig fer þetta með sálina? Ég var náttúrulega sko uppalinn sveit og ég prófaði að vera í slátrun. Og maður hefur hort upp á kindahaus, saksaðan af sko og svið sko. Og svo maður reyndi bara að setja þessa einstaklinga í dýraflokk. Ég held að það sé bara svona, ef ég bara er rosalega hreinskilinn, að þá í raun og veru held ég að á einhverjum staðinn í hausnum á mér, þá hafi ég bara ekki hort á þá sem menn, bara hort á það sem apa, þessu er ljótt að segja, skilur, en til þess að höndla það sem var að gerast, þá þurfti ég bara að hugsa, þetta eru bara dýr. Þetta eru bara dýr eins og kindurnar heima í sveitinni. Óttaðistu aldrei að þú yrði næstur? Nei. Af hverju ekki? Ég veit það ekki. Ég veit ekki af hverju. Nei. En þú veist, ég hef oft verið spurður að þessu. Hvernig lifði þetta af? Af hverju, þú veist, ég hef í raun og veru ekki svar. Hugrakkur, kannski. En varstu ekki talin bara hálf klikkaður að inni af samfengum? Jú, klálega. Ég var það. Hvað varstu kallaður? Gringo Logo. Gringo Logo. Já. Ég raun og veru var gæinn sem að mætti þegar allt var að gerast. Flestir hefðu nú bara kannski haldið sér til hlés. Þeir hefðu bara farið afsíðis eða verið bara inn í klefa eða þú veist eitthvað. En ég var ekki sjokur. Ég fór bara þegar ég heyrði að það var eitthvað að gerast inn í húsinu, skilur, og þá fór ég og fann upp lætin. Og ég held að þeim hafi brugðið mjög mikið við það. Ég var náttúrulega eini útlendingurinn og það að vera hvíti maðurinn í hópnum, þú veist, það náttúrulega er öðruvísi. Ég náttúrulega var höfðinu hærri en flestir. Og þegar ég kem inn, þá er ég náttúrulega 112 kíló. Ég er alveg stór maður, en ég kem út 73. Já, 14 mánuðum seinna. Þegar þú komst út, þú varst í einhverjum efnum í fangelsinu, er það ekki rétt hjá mér? Sko, ég prófaði efnið þarna einhvern tímann, en ég var ekki í neyslu þarna. Ég smakkaði 1 eða 2 skipti, en svo fyrir utan það, þá var ég edrú.
Og það ástæðan fyrir því, það ástæða, það var litið niður á þá sem notuðu. Já, það? Já. Sérstakt. Mjög. Að þetta væri svo algengt bara til að reyna að lifa þetta? En það litið niður á þá sem notuðu. En þú fórst í neyslu þú komst tilbaka eða hvað? Já, ég raunin var 8 mánuði, ég kem heim, er 8 mánuði sem sagt edrú, fer að vinna hjá Norðurál, fer að vinna þar, það svo eyðilegt fyrir mér. Og svo fer ég að vinna á Gröfu, öðru Gröfufyrirtæki, og fer í rauninu bara að vinna, reyna að vera eðlilegur og reyna bara að vera, og mæti náttúrulega fordómum. Þetta gaurinn sem fór til Brasilíu, hann eitthvað klikkaður, skilur. Hann eitthvað Brasilíufanginn og allt þetta. Og í rauninu, það var náttúrulega svolítið erfitt að, þá í rauninu fannst mér í einhvern veginn á einhverju leveli þá bara þyrfti ég að taka upp þessa gömlu takta. En ég fór reyndar á stera, samkvæmt læknisráði, að því ég mældist með of lágt testosterón þegar ég kem frá Brasilíu. Ég var náttúrulega rosalega vannærður. Ég fer á testosterónþerapíu frá lækni og þegar ég hætti á þeim, þá datt ég í það. Og ég fatta þetta samt ekki fyrir núna að ég varð edrú. Þá fatta ég samtenginguna. Sterar eru eitur. Já, sterar í raun og veru byrjunin hjá mér. Já, þú ferð í krakk og allt. Þú nærð botni, hvað langt síðan að þú varst svo edrú og náðir því? Sko, ég búinn að vera edrú núna í dag 100 daga. Til hamingju? Takk. Það eru 100 dagar í dag. 100 dagar. Þannig að það von. Já, það von. Og það akkurat það sem langar að þú segir okkur frá. Já. Það þú ert búinn að fara alla þessa vegferð. Já. Og þú ert núna að búa til eitthvað sem heitir það von. Það von. Segðu mér frá henni, voninni. Sko, mér langar að vera fyrirmynd. Mér langar virkilega að geta sýnt þeim sem að nú þegar eru komnir á þessa staði sem ég búinn að lýsa núna í dag. Fyrir þá sem að hafa verið að prófa að fikta og að vara það við. Þetta er ekki jafn létt og þetta lukkar í Hollywood og þetta er ekki jafn töff og í raun og veru vanlíðanin ógeðslega mikil. Að þetta endar einhvers staðar einn á sófasetti, einn með efninu, skilurðu, og búinn að í raun og veru gefa fjölskyldinu upp á bátinn og allt. En það von, það hægt að snúa sér við. En maður leggur jafn mikið í að vera í bata og maður gerði til að vera í skafa, að þá í raun og veru alveg ótrúlegt hvað maður getur í raun og veru gert mikið á stuttum tíma og manni getur liðið vel. Þetta góðgerðarsamtök og ég virkilega legg minn metnað, alla orkuna sem ég hef nú nóg af, að það hefur verið að reyna að leggja bara í það að reyna að vera fyrirmynd og reyna að sýna fólki að það sé hægt að taka þessi skref þótt að maður sé búinn að gera sér til allægis og skammar og meiða og særa í kringu sig, þá hægt að tækla það, það hægt að bæta upp, það hægt allt saman, lífið ekki búið. Þótt að maður sé með fíknisjúkdóm, þá þarf maður ekki að skamma sín fyrir það. Og hvert líf skiptir ofboðslega miklu máli? Klárlega, algjörlega. Hlynur, takk fyrir að koma hingað til okkar og segja okkur þetta og gangi allt í haginn. Takk fyrir mig.